Góðan daginn. Við ætlum að fara að byrja þetta enda klukkan orðin 12 og hér ekki beðið eftir neinum sem eru seinir á ferð. Þannig að við ætlum bara að leggja af stað í þessa ferð. Fyrir hönd Rikk býð ég ykkur velkomin á 5. hádegisfyrirlestur haustmeistarisins 2022 sem nefnist breytt afstaða til samkynhneigðar, viðhorf Íslendinga yfir tíma. Ég heiti Gústaf Adolf Bergmann Sigurbjörnsson og doktorsnemi í heimspeki og fer með fundarstjórn hér í dag. Það Sigrún Ólafsdóttir, prófessor í félagsfræði, Silja Bára Ómarsdóttir, prófessor í stjórnmálafræði og Sunna Símonardóttir, aðjúnkt í félagsfræði, eru höfundar erindisins og það eru Sigrún og Sunna sem eru flytja það hér í dag. Í fyrirlestrinum greina höfundar viðhorf almennings til samkynhneigðar og hvernig þau hafa þróast frá árinu 1981 til 2017. Þær skoða einnig mun á milli þjóðfélagshópa þegar kemur að viðhorfum til samkynhneigðar en hann tengist meðal annars aldri, kyni og menntun. Og þá ætla ég bara að bjóða Sunnu og Sigrúnu að koma í bandið. Gjörðu svo. Gaman að fá að vera með ykkur hérna í dag. Silja Bára þarf því miður að hlaupa aðeins fyrr, þannig að hún treysti okkur Sigrúnu fyrir fyrirlestrinum í dag. Þannig að við þurfum að standa undir því trausti. Ég ætla að byrja og síðan ætla Sigrúna að taka við. Þannig að við skulum bara hefja leik. Nú, sumarið 2022 hóf göngu sína á Rás 2 þátturinn Félagsheimilið. En honum stýra þeir Siggi Gunnars og Friðrik Ómar sem eru báðir samkynhneigðir fjölmiðlamenn og skemmtikraftar. Þótt að þyki ekki tiltökumál árið 2022 að 2 samkynhneigðir fjölmiðlamenn hafi ofan af fyrir þjóðinni í útvarpi allra landsmanna, þá stimpluðu þeir sig og kynhneigð sína inn með trompi þegar þeir spiluðu nýverið upptökur úr sama útvarpi frá því árið 1983. Í upptökunni frá 1983 var hlustendum boðið að hringja inn í útvarpið og segja skoðun sína á svokölluðum homosexualisma í samtali við 2 homma, þá Guðna Baldursson og Þorvald Kristinsson. Í samklipptu efni heyrast spurningar almennings árið 1983 til þeirra Þorvaldar og Guðna sem réttilega stuða hlustendur dagsins í dag. Einn hlustandi hafði til að mynda þetta til málanna að leggja. Ég vil láta í ljós þá afdráttarlausu skoðun mína að kynvillingar eða homosexuals séu sjúkt fólk. Maður reynir að sýna þeim alls konar hjálp, en það verður að einangra þá frá öðru fólki svo að þeir smiti ekki. Það er hætta fyrir þjóðfélagið ef að það skildi bera einhvern árangur, þessi barátta þeirra núna að heimta eða fá sig viðurkennt sem venjulegt fólk. Að öðru leyti finnst mér að þjóðfélagið ætti að sýna því hlýju. Það þarf bara að vera talsvert mikið einangrað. Það þarf að vera í sóttkví. Þau sem hringdu inn í útvarpið fyrir tæpum 40 árum voru bæði karlar og konur, eldra fólk og yngra og upptakan er því áminning fordómafull viðhorf og skilning á samkynhneigð sem sjúkleika sem er jafnvel hættulegur samfélaginu. Þessi brot sýna þetta ekki að allir Íslendingar hafi haft þessa afstöðu til samkynhneigðra en gefur þú góða vísbendingu að andstaða við ekki bara réttindi heldur tilvist þessa hóps hafi verið töluverð í íslensku samfélagi. Hlustandi dagsins í dag furðar sig þannig á viðhorfunum sem þarna birtast og jafnframt því hver stutt er í raun síðan slík viðhorf þóttu viðeigandi eða ásættanleg innan samfélagslegrar orðræðu. En þó að hlustendur félagsheimilisins árið 2022 og við sem erum hér í dag skynji örugglega gríðarmiklar breytingar til hins betra þegar kemur að viðhorfum til samkynhneigðra er engu að síður mikilvægt að greina þróun þessara viðhorfa með viðurkenndum mælingum til þess að varpa ljósi á
hvernig og hjá hverjum viðhorfin breyttust. Á meðan stefnumótun og réttindi eru mikilvægur hluti af umræðinni, þá skipta viðhorf almennings grundvallarmáli til að skilja þær samfélagsbreytingar sem hafa átt sér stað undanfarin 40 ár. Evrópska lífsskildakönnunin veitir innsýn í hugmyndir, viðhorf, gildi og skoðanir íbúa alla Evrópu á margvíslegum málefnum og við notum semst gögn úr henni til þess að varpa ljósi á viðhorf Íslendinga til samkynhneigðar. Rannsóknarspurningar okkar eru því: hvernig hafa viðhorf Íslendinga til samkynhneigðar þróast frá 1984 til 2017 og hvaða áhrif hafa breytur eins og kyn, menntun og stjórnmálaskoðanir á viðhorfin? Áður en lengra haldið mikilvægt að halda því til haga að hér aðeins verið að mæla viðhorf til mjög afmarkaðs hóps innan hinsegin samfélagsins og mikilvægt að álykta ekki viðhorf til þess í heild á grundvelli þessara gagna. Í dag þykir okkur jafnvel afturhald fólki í því að tala einungis samkynhneigð. Því hugtakið hinsegin hefur auðvitað öðlast sess sem regnhlífar hugtak yfir allt það fólk sem ekki gagnkynhneigt og eða fellur ekki inn í það sem telst hefðbundið kyn eða kynhlutverk. Engu að síður þá teljum við mikilvægt og gagnlegt að fanga þá þekkingu sem felst í því að hafa aðgang að könnunum sem ná svona langt aftur í tímann. Breytingar á afstöðu til hinsegin réttinda eiga gjarnan tengingar við breytingar á erlendri grund. Í alþjóðastjórnmálum gjarnan vísað til útbreiðslu viðmiða sem ferlisins sem á sér stað þegar afstaða til hugmynda, réttinda og annars breiðist út og skýtur rótum í nýjum ríkjum. Evrópa sennilega sú álfa sem getur státað sig af því að þar hafi réttindi kynferðislegra minnihlutahópa verið hvað mest viðurkennd. Til viðbótar við baráttu samtaka hinsegin fólks hafa pólitískar stofnanir í Evrópu stuðlað að því að þessi viðmið verði viðtekin með því að kynna þau og styðja í orðræðu og stefnum sem hafa svo verið teknar upp til dæmis í aðildarríkjum Evrópuráðsins. Mannréttindi hinsegin fólks hafa aukist verulega á þessari öld, að minnsta kosti að nafninu til, og æ fleiri ríki tryggja þau nú með lögum og þau eru oft virt fyrir dómstólum. Í kjölfar ræðu Hillary Clinton, þáverandi utanríkisráðherra Bandaríkjanna, sem haldin var í tilefni af mannréttindadegi Sameinuðu þjóðanna árið 2011, stigu ýmis ríki fram og tóku undir. Hinsegin réttindi voru þannig áherslumál Ban Ki-moon á seinna tímabili hans sem framkvæmdastjóra Sameinuðu þjóðanna. Á meðan vestræn ríki tóku þessi réttindi upp á arma sína þá hafa þau mætt andstöðu víða. Ekki hvað síst vegna skipulegrar andstöðu frá samtökum sem kölluð hafa verið Baptist Börka tengslanettið, en það birtist í samstarfi kaþólskra og múslimskra ríkja sem vinna saman þvert á landamæri til að verja það sem þau kalla hið hefðbundna fjölskylduform. Aukinn sýnileiki getur þannig kallað fram andstöðu. Bent hefur verið á að þegar réttindi hljóta ekki hljómgrunn í samfélagi skapist ákveðin agandi umgjörð sem kemur í veg fyrir að fólk leiti réttinda sinna, því það óttast að þau verði jafnvel brotin enn frekar. Hinseginleiki og réttindi hinsegin fólks einnig oft talið ógna sjálfsmynd þjóða. Meðal þess sem gjarnan skilgreint sem ógnandi hinsegin fólk sem fellur utan samkynhneigðar hyggju eða homonormativity. Þegar hún ráðandi aðeins afmarkaður hópur hinsegin fólks talin eiga rétt á þeim mannréttindum sem verið að tryggja
og engin tilraun gerð til þess að afbyggja hinn svona gagnkynhneigða grundvöll ríkisborgararéttar og þar með mannréttinda. Sterk staða vissra hópa innan hinsegin samfélagsins endurspeglar hvernig þeir hafa verið innlimaðir í þjóðina, oftast til þess einmitt að aðskilja hana frá öðrum hópum. Þau sem hljóta náð fyrir augum meirihlutans eru þó gjarnan samkynja pör í sambúð sem eru allt í einu af viðeigandi stétt, uppruna, líkamlegri getu og staðsett innan kynja tvíhyggjunnar. Þótt að hér sé eingöngu fjallað breytingar á afstöðu Íslendinga til samkynhneigðar, þá er ljóst að Ísland er ekki einangrað frá alþjóðlegum mynstrum. Alþjóðleg viðmið hafa flætt út frá alþjóðastofnunum vegna réttindabaráttu hinsegin fólks árabil. Þær hreyfingar lögðu framan af helst áherslu á samkynhneigð og samkynhneigt fólk nýtur í dag almennt sömu eða svipara réttinda og gagnkynhneigt fólk á Vesturlöndum. Það þýðir þó ekki að yfirfæra megi þessar niðurstöður á hinsegin litrófið. Hér á Íslandi, eins og svo víða í heiminum, viðgengst hatursorðræða gegn þeim sem að tjá kynverund sína með sýnilegum hætti utan kynja tvíhyggjunnar. Þetta í takti við þau rök sem ég minntist á hér á undan, að hinseginleikinn geti verið túlkaður sem ógn við samfélagsgerðina, jafnvel þótt að samkynhneigð pör í sambúð njóti viðurkenningar sem fullgildir borgarar. Aðeins íslenska samhengið. Hinsegin sagnfræði hefur lagt megináherslu á að endurheimta sögu samkynhneigðra þar sem áþreifanlegur skortur var á sögulegum heimildum líf og tilvist þeirra í alþjóðlegu jafnt sem íslensku samhengi. Á Íslandi hafa sagnfræðingar unnið að því að bæta úr þessum ósýnileika með því að varpa ljósi á sögu hinsegin fólks í íslensku samhengi og greina stað þeirra innan hinnar ríkjandi orðræðu. Greining á fjölmiðlaumfjöllun hefur þannig sýnt fram á að almenn orðræða samkynhneigð skapaðist ekki á Íslandi fyrr en seint á 7. áratug síðustu aldar. Fram að þeim tíma var vitund Íslendinga samkynhneigð bundin við einkarými fólks en ekki hluti af opinberri orðræðu. Sjálfsmyndarpólitík undirstaða í baráttu undirskipaðra hópa, þar sem sameiginleg reynsla og meðvitund eigin stöðu skapar frjóan jarðveg fyrir hvers kyns mannréttindabaráttu. Því það ljóst að það tiltölulega seint sem slík barátta möguleg í íslensku samhengi, að minnsta kosti í opinbera rýminu. Það margvíslegar vörður sem mikilvægt að nefna þegar kemur að réttindabaráttu samkynhneigðra á Íslandi. Eins og þið vitið þá voru samtökin 78 stofnuð árið 1978 sem vettvangur fyrir félagslíf og réttindabaráttu. Samkynhneigðir karlar voru ráðandi í starfinu framan af en nokkrar konur gengu þó til liðs við samtökin á upphafsárum þeirra. Í upphafi var réttindabarátta samkynhneigðra í forgrunni en á 10. áratugnum þá breikkaði fókusinn og aðrir hópar hinsegin fólks eins og tvíkynhneigt fólk og síðar transfólk fékk inngöngu í samtökin. Útvíkkun samtakanna úr hagsmunafélagi samkynhneigðra og yfir í félag sem rúmar sístækkandi flóru kynhneigða og kynvitunda var ekki með öllu átakalaus en samtökin gegna nú sem áður mikilvægu hlutverki sem hagsmunasamtök alls hinsegin fólks, sinnir fræðslu, ráðgjöf og margvíslegu félags- og baráttu starfi. Frá stofnun samtakanna árið 1978 og fram til 10. áratugarins fátt stóra sigra eða vörður í réttindabaráttunni.
Sumir sagnfræðingar halda því þannig fram að nýtt tímabil réttindabaráttu samkynhneigðra hafi hafist á 9. áratugnum með tilkomu alnæmis, þegar fjöldi samkynhneigðra karlmanna veiktist alvarlega og dóu og margir lesbískir aðgerðasinnar urðu umönnunar aðilar þeirra. Forysta margra samtaka lamaðist og réttindabaráttan varð að víkja fyrir sjálfri lífsbaráttunni. Það svo á 10. áratugnum sem að margir mikilvægir sigrar unnust þegar kemur að lagalegu jafnrétti, til að mynda þegar lög staðfesta samvist voru samþykkt frá Alþingi árið 1996 og stjúpættleiðingar samkynhneigðra para árið 2000. Árið 2006 vannst annar stór sigur þegar réttur fólks til allra ættleiðinga var svo sami án tillits til kynhneigðar. Alþingi samþykkti síðan hjúskaparlög fyrir alla án þess að kyn maka væri frekar tilgreint árið 2010 og með þessum breytingum þá fjallu lög staðfesta samvist úr gildi og nýju lögin gilda því hjúskap allra burt séð frá kyni eða kynhneigð. Nú síðast auðvitað voru lög kynrænt sjálfræði afgreidd frá Alþingi árið 2020 en lögin kveða á rétt einstaklinga til þess að skilgreina kyn sitt sjálf og miða þannig að því að tryggja að kynvitund þeirra njóti viðurkenningar og að tryggja rétt einstaklinga til líkamlegrar friðhelgi. Nú, þessi auknu lagalegu réttindi haldast auðvitað í hendur við aukinn sýnileika hinsegin fólks á Íslandi og ein birtingamynd þessa sýnileika og stuðnings auðvitað gleðigangan sem fer fram í ágúst ár hvert. Fyrsta gleðigangan var gengin sumarið 2000 og hefur hún vaxið frá ári til árs að umfangi og þátttöku. En þrátt fyrir lagalegt jafnrétti, aukinn sýnileika og breytt viðhorf þá hefur Íris Ellenberger bent á að ríkjandi söguskoðun af réttindabaráttu hinsegin fólks sem einhvers konar svona ótrúlegri sigurgöngu sé ekki alls kostar rétt og dragi upp afar svona þrönga mynd af stöðu mála. Þannig bendir hún til að mynda á að Ísland sé nokkuð langt frá efstu sætum regnbogakorts Evrópusamtaka hinsegin fólks sem birtir á hverju ári lista yfir þau lagalegu réttindi sem hinsegin fólk býr við í ríkjum Evrópu. Íris bendir einnig á að þó að viðhorf hafi sannarlega breyst mikið þá sé hugmyndin Ísland sem einhverja svona samkynhneigða paradís ekki alls kostar rétt. Og miklu frekar einhvers konar svona skilgetið afkvæmi svipara orðræða sem við þekkjum líka. Þið veitir eins og Norðurlöndin séu femínísk paradís og Ísland einhvers konar svona fyrirmyndar samfélag. Ég held að sé því öruggt að segja að rannsóknir og greiningar eru eitt okkar besta tól til þess að afbyggja slíkar orðræður og styrkja þekkingu okkar á margvíslegum hindrunum, fordómum og mismunun. Í könnun þar sem líðan sam- og tvíkynhneigðra nemenda var borin saman við líðan gagnkynhneigðra nemenda og lögð fyrir íslenska menntaskólanemendur árið 2013 kemur þannig fram að sam- og tvíkynhneigð ungmenni búi við verri líðan en gagnkynhneigð og ennfremur að staða stúlkna sé sérstaklega slæm. Nýleg rannsókn á stöðu hinsegin fólks á vinnumarkaði sem unnin var af BHM, BSRB, ASÍ og samtökunum 78 með Hagfræðistofnun Háskóla Íslands sýnir líka fram á verulegan mun á atvinnutekjum eftir kynhneigð, þar sem samkynhneigðir karlmenn mælast með 3/3 lægri atvinnutekjur á ársgrundvelli heldur en gagnkynhneigðir karlmenn. Og þetta þrátt fyrir það að menntunarstig þeirra sé mun hærra. Helmingur aðspurða í þessari rannsókn lendir enn í því að óviðeigandi ummæli séu viðhöfð vegna hinseginleika þeirra á vinnustað. Það því mikilvægt að halda áfram, eins og ég segi, rannsóknum og greiningum sem varpa ljósi á stöðu hinsegin fólks í íslensku samhengi
og þessar niðurstöður sem ég vísaði í núna hérna áðan benda til þess að þessi áfram þörf. Og nú ætla ég að bjóða bara Sigrúnu velkomna til að fara yfir rannsóknin á niðurstöðunar. Já, takk kærlega Sunna. Nú ætla ég að fara í það sem náttúrulega öllum finnst mest spennandi, aðferðir og gögn. Og við sem sagt notum hér evrópsku lífsgildakönnunina eða European Values Study og þetta sem sagt alþjóðleg rannsókn sem er aðalega í Evrópu en reyndar hægt að bera saman líka við heiminn í heild. Og það voru búin að hósta svo mikið hér bak við mig. Það hefur greinilega farið í mig. Já, ég held að ég sé komin í lag. Ég ætla allavega bara að jafna mig alveg. Ég kenni ykkur Bryndís og Silja, þeir eru bara of heitar og spennandi. En allavega, þá ætla ég hér að reyna aftur. Við sem sagt notum evrópsku lífsgildakönnunina eins og ég sagði og þetta sem sagt svona ein af þeim alþjóðlegu könnunum sem við erum með sem eru að hvað mestum gæðum, sem eru aðferðafræðilega, menningarlega og sem sagt svona spurningarlega samhæfðar. Og þær hafa semst verið, ég held að sé alveg að fara í mér röddin, ég ekki að grínast. Já, nú held ég að sé komin aftur. Ég held að töfrarnir hafi gerst. Nema allavegana þá hefur hún verið lögð fyrir síðan 1981 í fjölmörgum Evrópulöndum og það sem kannski svona fyrir okkur skemmtilegast við þessa könnun að hún hefur verið, Ísland hefur verið með frá upphafi. Og það frekar óvanalegt og þið sjáuð mjög oft í svona könnum þá sjáum við Ísland ekki litað af því við erum ekki með en þannig erum við sem stökkrauð af því að við hafum semst verið með í öllum þessum könnunum og líka núna í nýjustu 2017. Þannig að þetta mjög mikið af gögnum sem þarna eru að skoða viðhorf, reynslu og gildi Íslendinga og geta nýst í að skoða það sem við erum að skoða hér í dag. Og þá fer ég semst hér í háðubreytuna og það það sem við höfum áhuga á að útskýra breytileika varðandi viðhorf til samkynhneigðar og hvað hefur áhrif á þessi viðhorf. Og spurningin sem spurð þarna samkynhneigð réttlætanleg, óréttlætanleg eða einhvers staðar á milli. Og það sem sagt fer frá einum sem aldrei réttlætanleg upp í 10 alltaf réttlætanleg eða þú getur valið hvar sem þarna á milli og ég kem aftur að þessum því að þetta skiptir máli fyrir niðurstöðurnar og þarna vil ég svona kannski endurspegla eða svona endur taka punktinn sem að Sunna var með hér áðan að auðvitað erum við ekki að skoða allt litróf hinseginleikans og kannski horfum við á þessa spurningu hér í dag og hugsa þetta nú svolítið gamaldags spurning til að vera að spyrja þessi viðhorf. En ég vil biðja ykkur að hafa það í huga að sennilega þegar þessi spurning þróuð í lok 7. áratugsins, þá þetta kannski svolítið róttæk og þetta ennþá róttæk spurning því að það ennþá verið að spyrja hana í löndum eins og Miðausturlöndum og Afríku. Þannig við verðum líka, þegar við erum í þessum alþjóðlegu rannsóknum, þá getur það ekki bara endurspeglað íslenskan veruleika og hvernig við myndum spyrjum þetta akkurat í dag, heldur líka þurfa að taka tíman og fjölþjóðleikann til þess. Það sem við skoðum hér sem óháðar breytur eru aldur, kyn, hjúskaparstaða, fjöldi barna, menntun, tekjur, búseta, trúþjónusta, hvað ferð oft í sækir trúþjónustu og svo stjórnmálaskoðanir frá hægri til vinstri og við leggjum dálítið mikla áherslu eða mesta á kyn, menntun og stjórnmálaskoðanir. Og hvað á ég þá við hér með óháðar breytur og háðar breytur? Þetta sem sagt þeir þættir sem að við notum til að sjá hvort það sé munur á milli þjóðfélagshópa eða ákveðnar mismunandi hugmyndafræði eins og hvort á sér trúaður eða ekki og hvað stjórnmálaskoðanir þú hefur, hvort að það hefur þá áhrif á viðhorf til samkynhneigðar. Þannig að þá ef við förum hér í niðurstöðurnar og þá ætla ég að sýna þær ykkur bæði hér
bara dreifinguna á viðhorfunum og hvernig hún hefur breyst yfir tíma, en einnig að sjá hvort að það hafi orðið hópamunur á þessum tiltekna tíma. Og þessi mynd finnst mér mjög skemmtileg og kannski ég aðeins svo mikill nörd að finnast þetta æðislegt að sjá svona miklar breytingar, því að það mjög oft þannig í félagsvísindum að við sjáum ekki svona afgerandi mynstur. Og nú ætla ég að útskýra hvað þetta þýðir fyrir ykkur eftir að ég búin að lýsa hér þessari spennu minni með þetta. En það sem við ákváðum að gera hér, frekar að taka meðaltalið, og ég get sagt ykkur hvernig meðaltalið hefur þróast líka, en við ákváðum í rauninni hér að sýna myndræn þá sem að velja eitt annars vegar, sem að segja samkynhneigð aldrei réttlætanleg, og þá sem að velja 10 að hún sé alltaf réttlætanleg, og þá í rauninni getum við talað að við séum að tala þann hóp, það engin efi í huga þessa fólks að samkynhneigð sé réttlætanleg. Og þá getið þið sennilega giskað á og séð kannski hér hvor línan, en þarna sjáum við rosalega breytingu á þessum pólum þar sem við erum að spyrja 1 eða 10. Og ef við byrjum á, svona kannski því sem mörg okkar myndi sennilega telja það jákvæða, bláa línan, þá sjáum við að 1984, þegar við leggjum þetta fyrst fyrir, þá það innan við 10% Íslendinga sem að velja 10, að samkynhneigð sé alltaf réttlætanleg. Síðan sjáum við að fer svona hægt og rólega upp, 20%, 42%, fer yfir meir en helming 2008, 62%, og komið í 76% sem að velja möguleikan 10 árið 2017. Og svona miðað við margar rannsóknir sem ég hef gert og skoðað mikið svona spurningalestakannanir, þá þetta mjög verulegar breytingar á nokkuð löngum tíma, samt ekki rosalega löngum. Og sömu þróunina sjáum við, og náttúrulega myndum búast við því, varðandi þá sem velja 1, að samkynhneigð sé aldrei réttlætanleg. Það var næstum því helmingur þjóðarinnar sem valdi 1 árið 1984. Og við sjáum mikla breytingu niður á við strax í könnunum 1990, þá það komið cirka 25%, 10% cirka og undir síðan, og núna sjáum við að það varla mælanlegt. Og það í rauninni svona bara til gaman, það 40 svarendur sem að velja 1 árið 2017 af 1580 sem að við spurðum. Þannig að það svona vart mælanlegt, mjög lítill minnihluti. Þannig að þarna sjáum við verulegar breytingar á viðhorfum. Ef við förum næst síðan í að spyrja, við sjáum á hverju þessu tímabili að það einhver breytileiki, þá spyrjum við okkur hvernig getum við skýrt þennan breytileika, það þannig að það séu sumir hópar í samfélaginu, hvort sem það út frá þjóðfélagsstöðu, efnahag, kyni eða slíku, eða einhvers konar hugmyndafræðilegum gildum sem að hafa mismunandi viðhorf. Og þar notum við línulega aðkvæðsgreiningu sem að svona mest við hæfi fyrir þessa breytu, og ég get talað meira það ef þið viljum frekar útskýringar. Og það sem við í rauninni sjáum hér á mjög einfaldan hátt, ætla ég að reyna hér að útskýra, og ég veit að ég á að standa hér, það mjög erfitt fyrir mig að færa, ég vunna að vera alls staðar að færa mig. En það sem við sjáum hér, ef við byrjum í 1984, að ef við sjáum stjörnur á eftir þessu, þá þýðir það að það sé marktækur munur sem að þýðir að hópurinn út frá þessari breytu hefur öðruvísu skoðanir heldur en aðrir í hópnum. Og ef það mínus fyrir framan, þá það neikvæð áhrif, jákvæð ef þau eru ekki með mínus. Hvað þýðir þetta? Þannig að bara til að sýna ykkur áður en að við förum síðan, ég ætla ekki að fara yfir allt þetta, en þegar við sjáum mínus fyrir framan aldur með stjörnu, þá þýðir það að þeir sem eru eldri hafa neikvæðir áhrif, þeir eru líklegri til að velja að samkynhneigð sé ekki réttlætanleg. Konur, aftur stjarna, það ekki mínusmerki, konur eru líklegri til að telja að samkynhneigð sé réttlætanleg. Þannig að mér langar bara núna þegar þið getið skoðað þetta og við getum talað einstakar niðurstöður, mér langar svolítið að benda ykkur á stóru myndina sem við erum að skoða hér, sem annars vegar að velta fyrir okkur, hvaða þættir eru það sem hafa alltaf haft áhrif öll árin, og þá sjáum við að þeir sem eldri eru í öllum könnununum, jafnvel þegar frjálslyndir að aukast mjög mikið, eru samt alltaf neikvæðari, heldur en þeir sem yngri eru. Við sjáum líka konur eru alltaf líklegri til að halda að samkynhneigð, eða telja samkynhneigð sé alltaf réttlætanleg.
Og að lokum það menntunin, þar sem við sjáum sem sagt, líka þess að þeir sem eru meira menntaðir, þeir eru líklegri til að telja samkynhneigð sé réttlætanleg. Og ég var reyndar ekki alveg búin því ég ætla að tala stjórnmálaskoðanir líka og þar sjáum við sem sagt, að þeir sem eru til hægri í stjórnmálum eru síður líklegir til að telja samkynhneigð sé réttlætanleg á öllum þessum tímapunktum. Síðan sjáum þið að við erum líka með einhverja skugga og nú kannski fer ég að rugla ykkur alveg, en það koma myndir og svo ætla ég að tala þetta þegar ég dreg þetta allt saman, þannig að við munum ná punktunum. Og mörg ykkur kannski algjörlega búin að ná þeim, en ég hef svona komið á nokkra fyrirlestra hjá Rick og við erum kannski svona oftar ekki með tölfræði. En af hverju erum við nú með þessa gráu þarna box þarna? Þar erum við til dæmis að skoða, eða ekki til dæmis, við erum að skoða hvort að áhrifin hafi breyst á milli tímabil og þar skoðum við frá 1984 til 1990 og síðan frá 1999 til 2017 og við völdum þetta því að búsetan var ekki sem sagt til, við gátum ekki verið með full módel í hinum árunum. Það sem að þetta sýnir okkur að áhrif aldurs hafa minnkað á milli 2017 til 1999, það ennþá marktækur munur á milli, en munurinn á milli þeirra sem eru eldri og yngri hefur minnkað á marktækan hátt. Það sem kannski áhugaverðast hér varðandi til dæmis sem sagt með konur að við sjáum að áhrif þess að vera kona eru meiri frá árið 1999 heldur en þau voru 1984 og svo minnka þau aftur. Hvað þýðir þetta? Að einhverju leyti þetta að segja ykkur að það hafi svolítið verið konur sem keyra áfram þessa viðhorfabreytingu og það fyrir að vera verulegu munur á milli karla og kvenna þarna á þessum árum sem minnkar síðan þegar við förum í átt til meira frjálslyndis. Sama við menntun, hún skiptir meira máli líka 1999 en við sjáum ekki sama munin sem sagt 2017 og ef við skoðum síðan stjórnmálaskoðanir þá sjáum við að þær skipta ennþá máli. Það ennþá þannig 2017 að þeir sem eru til hægri eru síður líklegri til að segja að samkynhneigð sé réttlætanleg en áhrifin hafa minnkað, það hefur dregið saman með hópunum og ég ætla að sýna ykkur þetta í myndum bara til við náum punktunum alveg og svo ætla ég að fara hér við erum alveg ennþá með ágætistíma, það of mikil tími gefinn á mig hér. En þarna sem sjáum við þetta, spálíkurnar eftir kyni og menntun og svona á mjög einfaldan hátt þá má segja að þarna erum við búin að gera í tölfræðiprógramminu mínu sem sagt veltum fyrir okkur að ef við sem sagt setjum inn karla og konur og við setjum einhverja með litla menntun og mikla menntun og við spáum hvar þeir mynda meðaltali lenda á skalanum frá 1 til 10 þá það talan sem að þið sjáið þarna og við stjórnum fyrir allar hinar breyturnar á meðaltali og þar sjáið þið sem sagt að árið 1984 þá var karl sem var með litla menntun líklegast til að velja 2 og þetta mjög einföld myndaði sem við erum að gera. En kona, sem sagt, með 2,5, við sjáum kynjamunin þarna. Og svo ef við skoðum munin á menntuninni, þá það 1984, lítil menntun, karl velur 2, karl með mikla menntun velur 3,76. Þannig að allir eru þarna vel undir 5 sem að svona miðjan, en við sjáum samt munin hér. Og það sem þið auðvitað sjáið þarna að það hefur dregið verulega saman með hópunum eftir menntun og þarna það sem sagt árið 2017 þá það 9,08 og 9,5 til dæmis fyrir konur með mikla eða litla menntun. Þannig að þetta svona sýnir ykkur og gefur ykkur svolítið tilfinningu fyrir þeim niðurstöðum sem ég var að sýna ykkur hér í töflunni. Við sjáum svipað þegar við skoðum þetta eftir kyni og stjórnmálaskoðunum á þessum 3 tímapunktum að það alltaf þannig að þeir sem að velja að þeir séu til hægri og þarna tók ég bara þá sem eru mest til hægri og þá sem eru mest til vinstri, það alltaf munur en við sjáum náttúrulega mikinn aukningu stuðningi hjá öllum en við sjáum líka að það dregur saman með hópunum en ekki alveg eins mikið til dæmis eins og með fólki eftir hvort það með litla eða mikla menntun. Þannig að stjórnmálaskoðanir skipta ennþá verulegu máli árið 2017 varðandi hægri vinstri kvarðan eins og við mælum það hér en það skipta minna máli heldur en að það hafði gert og bara sem sagt svona sem dæmi sem kannski gerist ekki rosalega oft en mér finnst svolítið skemmtilegt hérna að ef að þú til dæmis í þessu líkani þegar ég stjórna fyrir meðaltal og öðrum breytum ef þú kona sem til vinstri þá færðu gildi 10
Þannig að við búumst við að vinstri konur velji alltaf 10. Hægri konur 8,82. Það er líka mjög hátt en ekki alveg sátt og við sjáum munin. Þá ætla ég hér í lokin að bara velta aðeins fyrir okkur og draga þetta saman og hvað er það sem við höfum lært á þessu sem við erum hér búin að vera að gera. Ef við skoðum þróun viðhorfanna, þá sjáum við þetta viðhorf til samkynhneigðar hafa orðið mun frjálslyndari á rúmlega 30 árum. Við höfum farið frá því að helmingur Íslendinga taldi samkynhneigð aldrei réttlætanlega árið 1984 yfir í að 76% telja hana alltaf réttlætanlega árið 2017. Og þó að það sé ekki hluti af greininni minni, greinin okkar fyrirgefiði, stundum hugsa ég of mikið sjálf á mig, en sem sagt greinin okkar, er að það er alltaf svona gaman að koma eitthvað smá auka. Þannig að við erum auðvitað með alþjóðlegu gögnin og auðvitað vitum við alveg hvað er að gerast í alþjóðlegu gögnunum. Og þar er Ísland dálítið áhugavert því að þar sjáum við að í rauninni viðhorfin hafa breyst hraðar hér heldur í nokkru öðru Evrópulandi sem við erum með í gögnunum. Þannig að 1984 þá vorum við fyrir neðan mörg löndin og sérstaklega löndin sem við berum okkur saman við. Við erum fyrir neðan Þýskaland, við erum fyrir neðan Bretland, Danmörku og Svíþjóð og lönd eins og það. Við erum komin í annað sæti eftir Hollandi, ef við tölum þetta svona sem einhverja keppni, árið 1990 og síðan 2008 þá erum við komin með hæsta meðaltali hér á Íslandi, það er komið yfir 8 og það er 9,08 meðaltalið árið 2017 á Íslandi og það er hæst af öllum löndunum. Ég held fyrir marga í félagsvísindum og allavega með við þannig rannsóknir sem að ég geri að þú ert með skala frá 1 upp í 10 og þú ert að fá meðaltali yfir 9. Það er frekar óvanalegt. Ef við förum aðeins aftur yfir hvað hefur áhrif á viðhorfuna sem ég var að tala hér áðan, þá bara er svona stóra myndin, hvað það er sem hefur áhrif, þá eru það þeir sem eru yngri, konur, þau sem hafa meiri menntun, sækja trúarþjónustu oftar og eru meira til vinstri í stjórnmálum. Þau eru líklegri til að telja samkynhneigð réttlætanlega flest eða eiginlega í flestum tilfellum öll árin. Og svona kannski það sem ég vil draga út og er búin að segja er að við sjáum þetta sem hefur breyst yfir tíma. Hvar erum við að sjá breytingar í að ákveðnir hópar er að breyta stuðningum sínum og það sem er hér að gerast í gögnunum er almennt að kannski bilið sé að minnka og hafi minnkað 2017. Áhrif aldursminnka milli 1999 og 2017, það hefur dregið saman með þeim sem eru yngri og eldri. Þeir sem eru eldri eru ennþá síður líklegri heldur en þeir sem eru yngri en munurinn er ekki eins mikill. Áhrif kyns og menntunar voru meira árið 1999 en 84 en þau hafa minnkað á milli 1999 og 2017 og áhrif stjórnmálaskoðana hafa minnkað yfir tíma. Og ef við svona setjum þetta aðeins í stærra samhengið hér alveg í lokin, þá sjáum við bara hér mjög miklar samfélagsbreytingar varðandi viðhorf til samkynhneigðar. Ég vil aftur tala þennan punkt hér sem við erum nú búin að koma með, að við erum ekki að meta viðhorf til alþjóðlegs fjölbreytileika sem er innan hinsegin samfélagsins og ég held að megi alveg færa svona líkur fyrir því að við erum kannski að mæla gagnvart þeim sem að mæta minnstum fordómum hér á Íslandi. Það virðist líka vera þannig að konur og yngra fólk leiddu þessa viðhorfsbreytingu fram að aldamótum. Þeir voru fljótari til að breyta skoðunum sínum, fljótari til að segja það er bara eitthvað í gamla tímanum hér að samkynhneigð sé ekki réttlætanlegt, en það hefur dregið saman með hópunum. Vægi stjórnmálaskoðana hefur minnkað, en það er ennþá marktækur munur á milli þeirra sem eru til hægri og vinstri í stjórnmálum. Og það sem við kannski svona getum sagt sem stóru myndina er að við erum að sjá varðandi þessa spurningu og svona þessa vídd samfélagsins, þá höfum við kannski breyst úr frekar lokuð og einsleitu samfélagi yfir í opnara samfélag þar sem fjölbreytileikanum er oft fagnað. En það er líka mikilvægt að halda því til haga að þó að hópamunur hafi minnkað með auknu frjálslyndi, þá er hann vissulega enn til staðar árið 2017 og við erum ennþá að finna flestu þessa grunnþætti okkur sem manneskjur hafa áhrif 2017 þó að það séu minni áhrif. Og svo auðvitað er mikilvægt að velta þessu fyrir sér og tengja við umræður sem eru háværar í íslensku samfélagi og mjög sýnilegar í mörgum samfélögum í kringum okkur og jafnvel tiltölulega nálægt okkur mögulegt bakslag gagnvart réttindum ýmissa hópa. Og því er afskaplega mikilvægt að fylgjast áfram með þróuninni í viðhorf almennings því að við þurfum þó að sé mikilvægt að hafa sögur að eitthvað hafi gerst og einhverjir einstaklingar hafi lent í einhver og það á náttúrulega aldrei að gerast
En við þurfum samt líka áður en við drögum einhverja niðurstöður að hafa orðið raunverulegt bakslag, þá þurfum við að sjá það í einhverjum gögnum eins og þessum sem að geta metið stöðuna eins og hún fyrir allan almenning á Íslandi. Þannig að kærar þakkir og ég held að Sunna vilji koma hér aftur og sjá hvort það séu spurningar. Og fyrirgefa þetta hóstakast og ég kenni þeim ennþá það. Allt þér að kenna, Silja. Takk hérlega fyrir virkilega áhugaverð erindi. Þú með spurningu? Ekki ég heldur. Sko, við þurfum þá að endurtaka fyrir betra upp á að streymisfólk skynji hvað þú ætlar að segja. Góðan daginn, takk hérlega fyrir mjög áhugavert erindi og takk líka fyrir að taka þetta saman. Mér finnst þetta bara rosalega mikilvægt fyrir okkur sem samfélag. Mér langar þess að spyrja meir svo trúarbreytu. Af því að ég heyrði alveg fleiri voru alveg, Sko, í fyrsta lagi tók ég ekki eftir því að einhvern tímann ekki marktækumunur þar, en það svo að þeir sem eru frekar að sækja trúarþjónustu eru jákvæðari gagnvart? Nei. Já, ok. Gleymdi ég að setja mínus? Það stóð einn í glærunni. Já, nei, þetta bara þeir sem sækja trúarþjónustu sjaldnar. Já, ok.